vinna hér boltan á hættulegsta herranum hér innan miðjuna. Ingibjörg fer í lúmskot og þessi er bara inni. Herdís Halla nær ekki að verja þetta. Og Ingibjörg Lúcia búin að koma stjörnunu hér, já, nokkuð óvænt yfir. Frábær spil á blikum. Elísa kom hér upp á endamörkum, setur hann fyrir út í teginn. Þarna vantaði bara einhvern á endan á sendingunni til að setja á markið. Stjarnan á móti þá í skyndisón hér. Úlfa Dís fer hér á sprettin, Helena til varnar. Úlfa keyrir áfram. Það er svo sendingun hér inn á teginn og Snædís Marín Aldursson að komnar í 2-0. Ingibjörg Lúcia Ragnarsdóttir á fjær þarna og kemur honum yfir línuna. En blikarnir halda eins og sókninni áfram. Tala boltanum. Geta stjörnukonu komur að sjá hér vinstra megin. Úlfa Dís er alein hér vinstra megin. Aran að finna sendingun á Fanney. Fanney nær sendingunni hér. Úlfa Dís í færi. Kemur hér stjörnunni í 3-0. Frábær skyndisókn. Sendingin hjá Fanney Lísu inn fyrir. Og Úlfa Dís klárar þetta. Stjarnan 3, Breiðablik 0. Það er hins vegar feikilega nægur tími til þess að skora mörg. Það er jákvæða fyrir þær allavega. Hér Karítas með frábæra sprett og látar að fara í skoti. Nei, setur hann hér inn fyrir og Árni Drása er að minnka munin í 3-1. Þetta var vel gert hjá Blikum. Frábær sending frá Karítas á Rafnhildi Ásu. Sem að gera hér Rakel með hornspyrnu. Fínn bolti fyrir, skalli og dauðafæri og mark. Fyrsta markið var ekki lengi að koma, kemur hér eftir hornspyrnu. Og það eru nýliðar Grindavíkur Njarðvíkur sem að skora það. Sjáum þetta aftur, hornspyrnan hérna frá Rakel. Það kemur atlaga og það er svo Ellie Koffield sem að tekur hérna frákastið. Hér Macy á Tinnu. Tinna er rétt stæð og skorar. Þetta mark númer 2, Tinna Hrönn Einarsdóttir. Eftir góðan samleik skorar hún þetta mark sem að gestunum tókst ómögulega að finna í fyrri hálfleiknum. Það kemur hér Emma Steinsen nær til boltans. Kemur með inn á teginn og hérna stórhættulegt færi og Freyja Stefánsdóttir að koma Víkingum yfir algjörlega gegn gangi leiksins. Þetta er í fyrsta skipti sem að Víkingar eru bara nálægt í að ógna einhvers konar sóknaraðgerð. Jónínu finnur Ídamarinn hér. Kemur sér í áttategnum, ekki fyrsta skipti í leiknum, fær hann hér aftur frá Monterja. Kemur honum á Helenu, fær hann aftur, finnur aftur Helenu, frábært spil hérna. Helena inn á teginn og Nýja Kristófer klárar þetta. Það var fallegt samspil hérna. Ídamarinn, Helena Errington og svo að lokum Nýja Kristófer sem þurfti ekkert að gera nema bara setja hann yfir línuna. Telma nálægt í að vinna boltann á stórhættulegum stað. Þessi pressa F-áinga, það virðist ekkert lát vera á henni. Ingibjörg að koma sér inn á teginn. Ingibjörg Magnúsdóttir er að koma F-á yfir á 80. mínútu. Rétt eftir F-áinga og jöfnuðu metin. Eru þeir komnar yfir. Fleitir þessum inn á teginn og skallinn og þeir eru komnar í 3-1. Frábær hornspyrna og Deja Sandoval að skora sitt 3. mark á tímabilinu. Pressu en
Það spila sér ákveðt út í þessu, Nýja nær svo til boltans hér og kemur sér á sprettin, stingur hann inn fyrir Telmu, Telma kemur sér inn á teginn, Telma í dauðafæri, Telma að koma FH í 4-1 og líklega klára hennar leik. Telma Lóa Hermannsdóttir gerði þetta virkilega vel, kom sér sjálf framfyrir, var ekki Þórdís Hrönn sem var eldana. Bergþóra út til vinstri, þar Bergdís sem hann lyftur hann inn á teginu, stórhættuleg sending og að minnka munin eða hvað, já, yfir línuna fer hann og Víkingar búin að minnka munin í 4-2, hver átti síðustu snertingunar fór yfir línuna, kannski erfitt að segja, að sjá að líklega hér. Þetta er gegnum Deyju en það reddast. Andrea reynir skotið og Andrea Rán! Ertu að grínast? Vá! Þrumar honum upp í safngeitin og nú þetta líklega búið. Og flauta þennan leik af. FH-ingar vinna gríðarlega sterkan 5-2 sigur hér í Víkinni. Voru með yfirhöndina